Komið sæl, Sigurður heiti ég leiðtogi bílgreinna hér hjá Iðunni Freysetri og í þessu stutta hleðslumyndbandi ætla ég aðeins að fara yfir hleðslumál og þá sérstaklega náttúrulega hleðslumál á ferðalagi. Flestir sem eiga rafbíl eru náttúrulega að hlaða heima hjá sér lang oftast og eru þá að nýta heima hleðslustöðvar og tengja bara bílinn við og bílinn byrjar að hlaða og er ekkert að pæla mikið í því. Þannig að fólk sem hefur þá aðalega verið að nota bílana sína bara dagsdaglega og hlaða heima eða fólk sem er nýbúið að fá sér bíla og er að stefna á ferðalag, það þarf kannski aðeins að huga að því hvernig best er að haga ferðalaginu þegar þetta kemur að hleðslu rafbílsins. Það kallar aðeins á breytt hugafar og þarf aðeins að plana kannski aðeins meira heldur en áður því að það sem að benstöðvar voru út allt. Og það er unnið þetta að átta sig á því hvar hleðstöðvar eru og hvaða aðilar eru að bjóða upp á hleðslu og þá erum við aðalega að tala um hraðhleðsluna ferðalagi þó að það sé líka gott og gilt að reyna að nýta hæghleðslur, það er að segja hjá sundlaugum og þess háttar og þessum upplýsingar eiga alveg líka við þær stöðvar. Það sem ég ætla fyrst að fara yfir að það verður bara þá þeir hleðslu aðilar sem eru á markaði í dag á Íslandi. Þetta eru margir aðilar, 6 aðilar ef við getum talað, eða 6 smáforrit sem við þurftum eiginlega helst að vera með í símanum. Og þar ber helst að nefna náttúrulega, fyrst að nefna Orku náttúruna sem er búin að vera mjög lengi hér á landi með fyrstu sem að bjóða upp á þessa þjónustu. Við erum með Ísorku og undir Ísorku eða í tengslu við Ísorku þá eru stöðvar tengdar Olís, KFC fyrirtækjum sem eru í samstarfi. Svo erum við með N1 á sínum bensinstöðvum. Við erum með Instavolt sem byrjuðu á Reykjanesskaganum en erum búin að breiðast aðeins út og eru komin fleiri stöðvar út landið. Við erum með Tesla, þar sem allir bílar geta hlaðið á hraðhleðslustöðvum Tesla. Og svo erum við með E1 og í rauninni undir E1 appinu eru síðan þá fleiri fyrirtæki eins og fyrirtæki, Bílorka, Orkan, Orkubú Vestfjarða, HS Orka, Orkusalan og þess háttar og jafnvel önnur fyrirtæki sem í samstarfi. Þannig þetta eru ansi margir aðilar og til þess að geta verið vel undirbúin þá er langt best að hlaða niður þessum smáforritum öllum í símann og vera búið til aðgang og setja inn kortaupplýsingar og þess háttar. Því að þær eru náttúrulega dreifðar landið og það er mismunandi eftir stöðum kannski hvaða aðilar eru til taks á þeim stöðum. Þess vegna er gott náttúrulega að bæði plana náttúrulega hvaða aðilar eru á áfangastað eða á þeim stöðum sem þú hyggist stoppa á og eins náttúrulega á þeirri leið sem þú ert að fara. Þannig að þú getur bæði þá hlaðið náttúrulega á leiðinni og eins náttúrulega þegar þú ert komin á áfangastað. Og þetta er náttúrulega allt, eins og segi, mjög tengt símanum og smáforritunum, þannig að það þarf að hlaða þessu niður. Og svo kemur rauninni að þegar þú ert búin að finna alla þessa aðila og finna stöðvarnar og þú ert komin á stöð og þú vilt fara að hlaða, að þá er síðan næsta skref, það er hvernig ætlar að greiða, hvernig ætlar að hefja hleðsluna. Og það er hægt svo sem með ýmsum leiðum. Í nánast öllum tilvikum þá er hægt að byrja að hlaða rauninni bara gegnum appið. Þannig að þú fer bara að skrá inn þína upplýsingar, finnur þá stöð sem þú vilt hlaða á og hún hefur rétt númerið með ákveðni svona ID og þú finnur hann í appinu og smellir á hefja hleðslu og þá á samskiptin að fara á og bílinn hleður. Þetta tekur auðvitað smá tíma en í flestum tilvikum á að virka en auðvitað getur verið við sem með appið og þá kannski að kveikja og slökkva á þess háttar og því eru náttúrulega fleiri leiðir. Næsta leið sem er aðeins þægilegri í notkun en rauninni byggir á sama að þú þarft að opna appið og það er rauninni bara að nota QR-kóða og taka mynd af QR-kóðunum sem er yfirleitt á mörgum hleðslustöðvum, ekkert endilega öllum en það er orðnir á langflestum. Þá er þetta að nýta QR-kóðan, þá bara virkjar rauninni akkurat bara þá stöðu sem þú ert á. Þannig að þú ert ekkert að leita að númerinu eða vita nákvæmlega hvaða stöð það er. Heldur finnur bara QR-kóðan og þú notar myndaðilina og í gegnum appið og virkjar rauninni hleðsluna með þeim hætti. Mjög þægilegt en auðvitað þarftu ennþá að taka símann upp og nota og fara í appið. Það sem er kannski rauninni þægilegast að mörgu leyti að það er að nota þá svona lykil.
svona RFID lykil eða kort og það er raunlega einfaldlega hægt að leggja upp af án þess að taka símann. Þannig að þú getur verið með hann bara og þú ert með kortið og það tekur mjög stuttan tíma. Þannig að þessar 3 leiðir er það sem við höfum verið að nota hingað til. Það er að segja nota símann og appið, QR-kóðan og svo lykilinn og þetta er alltaf þá tengt einhverjum ákveðnum aðila. Það er að segja að þú ert með app frá einhverjum ákveðnum aðila og í gegnum það þú getur nota QR-kóðan eða fengið RFID lykilinn. Og það sem er kannski óhendugt eins og fyrir RFID að það er erfitt að vera með kannski lykil frá öllum aðilum og vera með það á bílnum eða á lyklakipunni getur verið svolítið mikið og þar af leiðandi er rauninni í framtíðinni og það er komið nú þegar á einhverjar stöðvar, ekki allar, möguleikinn á að rauninni bara borga með korti sem er náttúrulega miklu hentugra og rauninni bara eins og við þekkjum að fylla á hefðbundna eldsneytisbíla þegar við förum á bensínstöðvar og þetta mun koma til með að verða rauninni bara krafa en það sem er kannski ókostur við það er að ekki er kannski hægt að fá þau vildarkjör sem að kannski þú færir því ákveðnum aðeil út af því að þú ert að kaupa rafmagn á honum eða þess háttar. Svo ber að líka nefna að í sumum tilvikum eins og með Tesla þá þarf sérstaklega að búa til aðgang náttúrulega og fara þær í gegn og velja stöðina inn í appinu svo sem ekkert ósvipað mörgum öðrum nema þú þarf náttúrulega bara að búa til Tesla account og þar getur þú valið og það sem er kannski gott að nefna þar er að yfirleitt er betra að hefja hleðslu og setja svo í samband. Það getur verið vandasamt að valdi vandræðum ef þú stingur í samband fyrst, fer svo að reyna að virkja. Þannig að það er gott að reyna að byrja að virkja hleðsluna og svo stingi samband bara eins og segir rauninni í smáforritinu. Það getur verið náttúrulega erfitt að finna síðan nákvæmlega hversu margar eða hverjar eða hvar eru hleðstöðunar þegar þú ert að ferðast. Og kannski auðvitað hægt að skoða öll upp sem er í boði en það getur erfitt að sjá svona heildarsýn. Því er gott að hlaða niður forritið sem heldur rauninni utan margar stöðvar, Plugshare. En það forrit heldur utan mjög margar eða nánast allar hleðstöðvar en svona getur samt verið að einhverjar stöðvar séu ekki virkar eða það séu kannski rangar upplýsingar inni en þetta er svona gott tól til þess að gefa svona gróflega áætlað hvaða stöðvar eru og hvort þær eru. Einnig er gott að nota smáforritið A Better Route Planner til þess að plana ferðina. Það gefir þá upplýsingar hvar þú ættir að hlaða miðað við mögulega þá hleðslu sem þú vilt hafa þegar þú ert komin á áfangastað og þú getur sett til bíl og fleiri upplýsingar. Þannig þetta er svona kannski það helsta nokkur auka atriði sem kannski vert að nefna er bara hvað varðar hleðslustöðvarnar að gott er að hafa í huga að hlaða á þeim stöðvum sem einungis enginn er í notkun, þannig leið það er komin 2 aðilar og þá helmingast aflið, þannig að þú fær þá bara helminga því afli sem er í boði. Einnig getur verið að sumar stöðvar séu með kapla, mismunandi kapla, annar er vaskheldur og getur því borið meira afl, þannig að velja hann ef það er í boði. Og svo er líka að forhita bílinn til þess að fá hámarks afköst þegar þú ert komin á hleðslustöð að forhita bílinn ef það er hægt, þetta mismunandi eftir bílum. En það getur verið gert með því að setja hleðslustöðina sem áfangastað í leiðsögukerfinu eða jafnvel að rauninni bara forhita bílann í gegnum appið eða í gegnum bílinn sjálfan. Það er bara svona manuáli. Þannig þetta er svona nokkur ráð sem viljum fara yfir og bara aðeins að upplýsa þá sem er að fara í ferðalag. Þetta er pínulítill frumskógur en svo sem ekkert mikið mál að fara í gegnum hann. Þegar maður plana bara aðeins og eins og maður næri þessi smáforrit sem hjá þessum aðilum og þá ætti þetta að ganga nokkuð vel. Þannig að mér langar bara að þakka fyrir og í framtíðinu munum við örugglega koma með fleiri vefnámskeið. Við erum nú þegar með ýmiss konar námskeið tengst við rafbíla, þannig að endilega kíkið á það. En annars bara takk fyrir mig.